Sædís. Hæ Sæta. Svo góð dagur í dag. Já. Velkomin í þennan mánudagsþátt. Við erum með sérstakar fréttir fyrir ykkur Nei, ég trúi þess ekki. Ég trúi þess ekki. Fréttinar sem að Birta misti út í sér hana. Já, síðastu fimmtag. Já. Ups og Daisy. Ups og Daisy. En hei, það er bara gaman. það er bara skemmtilegt. Þú veist, eins og ég sagði í þeim þætti, þetta bara sýnir hversu mikið ég gleymi því að það séu freaking mækar hérna. Ég er bara að tala við þig. Mækar 3 myndavælar. Já, fyrir það. Það er mjög erfitt að maður sér það ekki, sko. Nei. Það er ekki bara risa ljós á okkur. Ég var líka svo hrædd að það var blípa fyrir það sem ég sagði. Og svo var ég bara, oh my god, hvernig er þetta í myndbandi? Þú veist, er þetta lesa, Já, þú veist, við varum. máðlesa mig eða eitthvað? Hvað heitir það? Lip read. Lip read me eða eitthvað. Og þá kom svo svart þegar ég sagði þetta. Ég bara, thank god. Er það á? Já. Nei, bara yfir allan skjáin. Bara svona ok. flassaði svörtu. Og veitu hvað er nálega þetta, veitu? Hvað kann að segja? Nei, hann er... Þetta er bara, hann er lengri bara. ég ekki sé hana. Flottur. Þetta er sami eyrnalokkur á þessi, sko, en hann er bara beinn hérna niður. What? Er það annar eyrnalagur? Nei, þetta er sami. Er það sami? Bara, þú bara eðlaðar hann? Já. En ég get fest hann aftur í, sko. Festingin er aftur en ég var ekki, þetta er alveg kjút. Já, það var alveg kjút, sko. Takk. Herði. Skál í Fanta. Já. Appelsín. No sugar. No sugar. Ég er svo til í að sopa, sko. Alltaf svona sexy hljóð. Ég tjögga þetta. Við erum með venjulegt Fanta. No sugar. No í dós. sugar. Það besta sem við veitum. Og svo fallega litin. Hún er alveg svo símhölsturinn mitt. Ok. Dósin. Það er eitthvað annað gott að tjögga Fanta. Já, ángríns. Það er kallt Fanta, það er bara eitthvað so refreshing. Það var svo auðvelt að vera áfengi í þessu, sko. Þá getur maður bara tjögga. Chris. Eða þú veist ekki, það er ekki auðvelt að tjögga hvað áfengi sem er. En ef það væri Fanta að vera áfengur drykkur, þá er það easy. True. Herðu, svo er það Laugaspa, besti vinnur okkar. Ég fór í fyrst skipti í svo sagt ræktina í Kringlunni hjá Vörklass og þar leiðandi labba ég fram hjá fallegu búðin okkar. Besta búðin. Veistu, við eigum hann ekki en ég segi hún sé okkar. Þetta er okkar búð. En ég var nú farið í hana áður en ég hef aldrei farið inn í, þú veist, Vörklass sjálft. Í ræktina. Ógeðslega flott. Kútos til ykkar, þetta er bara sjúklega flott rækt og komur óvart að vera hægt að setja svona flott upp í Kringlunni. Anyways. Ángríns, þetta er sko eitthvað annað flott stöð. Þetta er eiginlega bara uppáhald stöðum mín, sko. Já, ángríns. Og en auðvitað labbaði ég fram hjá búðinni og hún var ekkert eðlilega falleg. Já, við mælum með að kíkja í Laugaspa búðina í Kringlunni. Í Vörklass. It's beautiful. Og þið getur pröfað allar okkar uppáhaldsvörur. Já, til dæmis fundi lyktina af Royal og Kashmir. Já. Mælum með. Við mælum með. Ok, svo nú ætlar þú að break the news. Já, krakkar mínir, það er komið að því. Einsársafmæli okkar verður 17. september. Já, ég veit ekki fyrir þá sem eru ekta tipos aðdándur, þá viti þið að við byrjum 17. september í fyrra. Já. Og við byrjum með að tísa þáttun okkar með dagsetningu 17.09.20. Og núna, til þess að fagna einsársafmælin okkar og bara öllu tepos gestunum okkar, þá langar okkur að halda live show. Og við erum búin að leigja hörpuna. Það er svoleiðis. Það er alltaf við verðum að halda live show. Ok, hvar heldur tebúði live show? Hörpun. Ef það er ekki Buckingham Palace með drottningar sjálfur í tebúði, þá er það harpan. Next best thing. Næstu bær við. Anna, við erum að mæta í hörpuna 17. september og við vonum að þið mæti með okkur. Vonum að horfa myndalina. En já, við vonum að þið viljið koma og vera með okkur og halda upp á ammali okkar. Já. Það er bara, þú veist, við erum bara birthday party. Við erum bara ándurs að halda ammali, sérstu. Fyrir litla barnið okkar tebúði. Já, besta. Einþáð. Það er svo mikið mam. Ándurs. Við erum að baka ammælisköku. Nei, það verður sjúklega skemmtilegt. Við erum með fullt lænað upp, gesti, alls konar topics sem við taka fyrir og þetta er náttúrulega exclusively fyrir þá sem að mæta, þannig að við förum kannski í svona topic sem við hefum ekki alveg lyft okkur að taka hér. Jú, af því að þetta mun ekki vera broadcasta, þetta er bara Nei, þetta er bara
inn í hörpunni. Þetta er bara inn í hörpunni. Þetta er one take, það er ekkert að klippa neitt út þannig. Nei, og við viljum fara við það, þú veist, svar spurningum frá ykkur úr salnum, þú veist, þið sem mætið og við getum þar uppljóstra til dæmis, ég veit að sumir fornir tilbúið klipp til og þannig eitthvað sem við segjum sem við klippum út við heyrðum alltaf í síðast að ég misti eitthvað út í mér og það var blípað það eru sumir hlutir sem það er productionina sko já, það eru sumir hlutir sem við þurfum að klippa út og kannski fyrir við þá og svo erum við skemmtilega gesti og raw unfiltered bara við það er svolítið kannski smá fanta í áfengi áður við förum á sviðið fanta í áfengi segi svona en miðasalan á tix.is live show 17. september oh my freaking god ég vil bara segja þetta ég trú ekki að segja þetta upp sko. Bara leið og ég gáum út teipuð það var það bara byrsta það verður live show eftir ár á samali and we are fucking doing it og ég var líka að þegar við tölum þá var ég líka já veist, og myndum við ekki alltaf halda í hörpunni þú svona getum við bara gert það, ég bara, já, örugglega já, svona meir, er það hægt þurfum við ekki að vera symfónían eða eitthvað en jú, og það var hægt og svo var ég eitthvað svona, svo fáum við gesti mástu ekki, áttum að segja ábræð þú varst ok, hvað gesti? Ég veit ekki, þú veist, getum við ekki Jonathan, besta vin Kim eða eitthvað og hún bara, hver heldur að sérst? Já, ég veit þú veist, bara lægja í honum og fljúa hann inn en nei, ok það er kannski miða verið 10.000 já, omdjóks nei, það kannski gerist fyrir 2 ára já, hver veit þá varum við komin kannski betra tengslinni en hei krakkar, þú veist, bara manifesta maður má vera með drauma það var ekki fyndið ef við myndum ná að ræta Jonathan ok, það er aldrei fréttast fyrir 17. september nei, ég veit að, þú veist, einn daginn gerum við það svo kannski hann eitt um hann á landinu og við erum bara ok, I promise live show við erum líka með góða kontakta við keppundur Love Island hei, það er alls konar möguleikar nefnilega, við getum fengið inside tea frá vinn okkar ég veit það en já, live show verið sjúklega skemmtilegt við erum sjúklega spenntar og það er sko margt sem við erum búin að vinna í sem við erum búin að halda aftur á okkur, þetta er eitt af þeim og vonandi getum við uppljóstrað meira halda aftur á okkur, halda leindi frá okkur já, eitthvað svo leys 17. september þetta verður klokkan 8 já þannig að fullkomið að henda sér í bæ fá sér eitthvað að borða eitthvað gourmet og rölda svo yfir eða taka svona eitthvað hlaupahjól yfir hörpuna kíkja á okkur vinkonunnar our besties, við erum svo spenntar að hitta ykkur öll og vera bara með ykkur í kringum okkur ákris ég get ekki beðið sko þetta var geðveikt ég er svo stressuð en samt alveg geðspennt við erum bara eitthvað að hafa stage performance sko já, hóminn bara við á sviðinu og þið er bara eitthvað hello þið er bara eitthvað að horfa á okkur já, bestu en svo mætir enginn farið inn á tix.is og kaupið ykkur miða það verður geggja gaman þetta er góð afmælisgjöf, þetta er skemmtilegt date þess að fara með vinkonu sínum vinkonuhópar eða kærustuninni bróðinu, mömmuninni, whatever fjölskylduninni, ættamótið pappa, afa, ömmu komið með alla please við viljum sjá fullan sal sko. en við erum alltaf að gera ráð fyrir að COVID verði búin að minka við erum að manifesta já, ef það verður eitthvað vesen þá mun bara dagsningin pushast aðeins fram í tíman aftur í tíman, já sem það ekki ég veit ekki aftur mikið fara aftur í tíman nei, það er ekki hægt já, við bara gerðum þetta í fyrra og þetta er bara búið og þið bara mistaði þessu hvað var þið? nei, já, einmitt þetta var í fyrra, sko fram í tíman fyrst að púsa þessu aftur í tíman en já, en það, krakkar, það verður enga takmarkanir að fyrst við þurfum alltaf að bæla því þetta er 17. september, it's happening við erum að manifesta þetta, veit að þið eru að manifesta þetta love you guys manifesta þetta með okkur, we need more manifesting manifestors herru, alrighty tölva mín sko ég heyrði það, hún var bara fuming sko ég þarf að fá mig nýja tölvu og ég er bara hrædd að vera kveikn í henni ég elskar maður fuming aðstofa fólk fræðafólksins þetta er svo sko ég byrst að sagði við mig aðstofa fólk, gerum aðstofa fólk fræðafólks ég bara byrst að hverjum er ekki sama aðstofa fólk fræðafólks bara hvað meinaru? Engum það er engum sama það er enginn sem pæla jafn mikið í því bara
hver aðstofa fólk einhver sem svo Birta, hvað fáið þið borgað, þú veist, hvað gera þau á ángríns daginn, með hvað að skrifa búa þau? niður, sko. Já, ég veit það, ég er bara að segja, þú veist, þetta er eitthvað sem ég myndi aldrei fatta að pæli, en Nei, ég er mjög, þú veist, interested að fá að heyra hvað þau eru að segja. Já, ok, geggjað. Nei, sko, að því ég er náttúrulega að pæla, það sem að, við erum ekkert ólík frægafólkinu sem við humans, við erum öll humans, skilur. Það sem við gerum ekki sem þau gera, er til dæmis eitt af því að þau eru með bara hvað herlið að aðstofa fólki. Já. Þau þurfa ekki að kaupa klósupappi sinn, dumbindi sín, túrtapana, allt þetta og það er svo beyond us, skilur, þú veist, við erum bara hvað, okkur ekki, fattur við. Það er svona litla hlutir sem að við þurfum bara að helviti sjóða pasta okkur sjálf og allt þetta, skilur við. Þetta fólk fyrir bara að kaupa emotium fyrir þau og við þurfum að kaupa okkur eigin emotium. Já, tjús. Kaupa kassar. Ég heyrði ekki. Emotium. Emotium? Já. Hvað er það? Þetta er einhver ömuleg brandar sem ég er alltaf með. Hvað er emotium? Ég er mjög confused. Veit það einhver emotium er? Nei. Þú var aldrei farið í ykkur að reysu. Nei. Emotium er svona, það var með niðurgang á svona stoppara. Þetta er alveg, að vita allir hvað þetta er, sko. Það? Já. Ok. Held ekki. Mér er alltaf sami brandarinn að mér að ég fer inn í apotek, sko. Þetta er ekkert að fyndið, sko. Nei, ég ætla bara Birta, það er ekki til emotium. Ég verður bara, ok, af því ég veit ekki hvað það er. Ég er alltaf með ömulegst kúkafrandar í heimi, sko. Mér finnst þetta hilarious. En já, sorry. Nei, allt ekki. En já, það er bara, mér finnst þetta skemmtileg pæling, svona af hverju, þú veist, af hverju þurfum við þessu auka hjálp og hvað er þessu auka hjálp að gera og kolli. En þegar við byrjum að rannsaka þetta, þá vorum við bara, oh my god, það er bara til annar vinkill á þessu nákvæmlega sama topiki. Sem við þurfum að taka a later time. Já, sem við ætlum bara að geyma og taka seinna og það er í raun talvanar Sunnevi er að springa. Ég svarði að kveikni í henni, sko. Hefurðu pröfað að restart hana? Have you tried turning it on and off again? No. Never. En ég held ég slökk samt á henni svona einu sinni að 3 mánaða frest. Já, það geti alveg verið að spila inn í, sko. En fyrir þá sem heyrir ekki að talvanar að bara anda rosa hátt. Ef allt í henni allt verið svart hérna, þá er það bara því að talvan sprakk og við erum bara upp í háum lofti mín og fólk er fram í það bara að þrífa veggjónum bara líki okkar. Sjö, þetta er mjög gott að vera með aðstofafólk til að þrífa líka með veggjum og grinn. Hvað er það svolít? En þú veist, Pendi, ef það myndi gerast, heldur einhver hérna frammi, þar sem við tökum þau, heldur að þau þurfa að þrífa eða koma foreldrar okkar að þrífa? Ekki foreldrar okkar? Lögga? Nei. Jú. Nei. Nei. Jú, víst, það kemur svona hvað er þetta að segja? Nei, jú, það kemur. Ég man eftir því að las svona In Cold Blood bókina, manstu eftir henni? Hún lásum henni í MS í ensku. Remind me, það var hérna 2 gæja sem að brjótast inn í eitthvað hús. Það var innbrottsþjófar. Þetta er sönn saga. Já. Það voru líka á bíóspólu. Ok, rómar í þetta. Þetta, ég held að minnir að Daniel Craig hafi leikið morðingjan. Ok. Þetta var hana Truman Capote. Alltaf In Cold Blood, geggjubók. Og það er 2 gæja sem brjóðst inn í eitthvað hús. Já. Það gerist allir svona 1950-60 eða eitthvað. Og þeir brjóðast hann inn og enda bara, þessi allir bara að ræna, skilur, enda bara að drepa fólki, bara, skilur, bara In Cold Blood, skilur, og þetta er alveg brútal, skilur, og þá var í bókinni að þau, þú veist, líkin eru fjarlægi, skilur, en fjölskyldan þurfti að þrífa blóðið og allt þannig. Það er skilja eftir fyrir fjölskylduna, bara svona þeirra eitthvað. Og þá var ég bara svona, af hverju er að láta þau þrífa, mér það fannst það svo sick. Já, það er enda frekar sick. En þá las ég bara eitthvað, já, fólk vill gera það, skilur, því þetta er þeirra, sko, látvanns, skilur. Æ, ég er ekki þessum ég myndi vilja gera það. Nei, ég veit ekki hvað sem myndi geta, en samt ég las þetta, það var bara, fólk var bara eitthvað, já, það er leyft ástvinum að þrífa blóði. Ég er bara svona, hvernig myndir vilja þrífa kræmsýnið eftir Já, ég hélt ángríns, ég var bara át og því að það væri, þú veist, það kemur alltaf svona rannsóknartími. Þú getur eiginlega fengið að velja, sko. Já, það hlýtur að vera þau sem við. En ég held samt no joke að þetta er samt skila yfirleitt, ef þetta gerist þetta þínu heimili, skilur við,
Já. að þetta skila eftir fyrir þig, sko. Að þínu heimili, já, kannski, en eins og núna erum við ekki heima. Nei, bara hringi mömmu og bara skafa okkur á veggina. Ok, hefur þið séð hana myndina hana Pulp Fiction? Ég hef ekki séð hana. Fuck, ég hefði aldrei séð hana fyrir daginn og ég horfði hana daginn, hann fucking góð. Ok, ég verð að horfa á hana. Þetta allt öðru sem ég held. Allt öðru sem myndir ég held. Þetta ekki svona byssumynd? Ég held að þetta væri ekki byssumynd, ég held að þetta væri eitthvað svona ástamynd. Ó, ég held að það væri bara byssumynd. Þetta er fucking góð, John Travolta og hvað heitir hann? Hvað eins og varst að tala hann? Sem stamaði. Já, Samuel Jackson. Já. Og þetta er geggjumynd og þar var eitt skotin í hausinn, skilur við. Og það var bara, ég hef aldrei séð svona grafíst bara heila út allt, fattar við. Og þeir voru svona að ströggla við að þrífa bílinn, skilur við. Ég hef aldrei séð það í bíómynd heldur. Shit. Það sem að vanlega er bara svona að ditchum bílinn. Já, Þeir voru svona þurft að þrífa bílinn og redda bílinn, skilur við. Ég var bara svona, þetta er... Pældu hvað bíómyndir gefið margar hugmyndir. Ángríns. Ef þú ert á þessum nótum, skilur. Já, nákvæmlega. Damn. Líka sko, þetta er svo mikill útisnúningur, núna verði ég bara að klára sömbröðu að þú byrjar hana. Varst þú í MS að var að velja vali CSI, man ekki, varst þú í því? Í CSI? Já. Nei, ég fór væntanlega Lord of the Rings. Já, þú varst í því. Já, þú fórst í það, þú fórst í Lord of the Rings valið og ég fór í CSI val. Ég veist ekki verið CSI val. Jú, það var sko, og þá þurftum við að búa til svona fake crime scene og eitthvað þannig. En eitt af því merkilegasta sem ég ángriðs hugsa til svona oftar en mig langar við þetta fag var að við fórum upp á og heitum ykkur lögreglu. Man heiti hvað maðurinn heitir, en hann var á þeim tíma allan yfir svona rannsóknar lögreglumaður í Íslandi. Ég held þess að vera með rétt starfsheiti. Allavega hann var búinn að mennta sig í Bandaríkjunum og hann var sérfræðingur í að lesa blóðdropa. Þannig að ef það var blóðdropi á veggjunum eða rúminu eða eitthvað þannig, þá gat hann svona sirka sé hvað hefði gerst með hvernig þeir spýttust út allt. Finnst þér það ekki merkilegt? Það er fokkið merkilegt. Ég get hort á vegg bara, já, þetta var bara, ok, það er líka, já, það er oft hann var lamin með eitthvað hörðu. Oft sem að það fyndi lík, skilur, þau bara svona, já, nei, hann dó ekki náttúrulega, hann var kæfður, skilur. Já. Hvernig fokk hann Einmitt. Þú veist, hvernig er þetta að sjá bara á lungunum að þau voru kæfð, þetta er svo magnað. En hann les á veggi bara, þú veist, hann kannski að blóðdropi í rúminu og hann bara svona, ok, þú veist, þetta, hann var ekki, þú veist, hann var stunginn, það spýttist ekki úr honum, það voru alveg. Hann var skotin, já. Mér finnst það svo merkilegt. Ok, herðu, við getum tekið heilan tópik þetta. Já. Þannig ég lærði hellingi emust, heyrðu það. Já. Ok, við erum hérna með aðstofafólk. Sko, ég ætla að spyrja, ef þú væri aðstofar manneskja hjá okkur í stjörnu, hvað stjörnu væri til að vera hjá? Aðstofakona, ég sé mér bara ekki fyrir mér sem aðstofakona. Nei. Ég er svo mikið Leo, ég get ekki verið aðstofa eitthvað, skilur. Nei. Það þarf okkur aðstofa mig. Tjók. En, vá, mér dettur bara í hug Ariana Grande. Já. Ég held að það væri gekka að hann væri henni. En hvað væri hvers konar aðstof manneskjur sem væri til að vera? Bara skeininni og okkar. Eða? Já, ég myndi ekki aðstofa. Ég meina, ef þú getur verið valið kokkur, einkaþjálfari, þú veist, hvers konar aðstof manneskjur myndir vilja vera? Ég náttúrulega gæti verið einkaþjálfari. Ég er náttúrulega einkaþjálfari. Þú ert einkaþjálfari, já. En nei, ég held ég myndi vilja vera bara svona, já, henni bara svona... Svona personal. Já, bara gera allt, með bara svona besties, skilur. Og svo verði ég besta vinkuna hennar. Af því það gerir svo oft. Það gerir svo ótrúlega oft sem að þeir sem eru svona personal assistant verða sem bara bestu vinur manneskjuna. Því að þú veist, basically þau veit allt sem að þú veist, skilur, þig einhvern veginn. Þau eru bara hægt að vera assistants. Já. Þau eru bara besties. Þú bara byrjar að fara alltaf bara í lunch svona og þú ert annan aðstofamann, þú vilt bara njóta með hinum aðstofamanninu. Það er erfitt. En þetta er ekki spurningi, þar er ekki að spyrja þig hver þú myndi vilja vera. Sko, það væri Kylie eða Kim, sko. Ég er ekki viss hvor akkurat núna. Ég held að Kim er mjög svona, hún er mjög svona strict þegar kemur á sko business og personal. Þannig að hún er talað um það eftir að Steph, sem er ein best vinkuna Kourtney Kardashian í dag og mjög góð vinkuna Kim, var aðstofkonunnar. Svo byrjaði hún að vera svo mikið með Kourtney sem vinkonunnar að það svona konflikt. Já, það var svona konfliktar, skilu, þú veist, þú átt bara að vera einbyggðara mér og þú. Þannig ég held Kylie því að hún er svona líklegri til þess að taka þá sem vinna fyrir sig og gera það að vinni. Já, einmitt. Kim er svona of kannski bara svona, þú veist, það er bara reglur,
enda líka á hann bara 4 börn og þarf að vera með eitthvað svona reglur og svoleiðis. En hvað myndir þú vilja vera hjá Kim? Það væri personal assistant, sko. Ég veist, eða barnapían. Ég var alveg til í það, sko. Ég væri til að barnapía fyrir hérna Kylie. Já, Passa Stormy. Já, það var ekkert eðlilega skemmtilegt. Nei. Og fara playdates með True og okkar skilur. Já, seint og... En svo er líka til ég að vera þessu dogwalkerinn Ariana Grande. Já, nákvæmlega. Hún fokkið margar sæta hunda. Já, nákvæmlega. Og það er svo mikið til, skilur. Hvað líka að vera gaman að vera bara LA og vera bara, já, ég er dogwalkerinn Ariana Grande. Bara með alla. Bara, Toulouse. Er það ekki Toulouse? Ég man ekki hvað segir þetta. Ég held að segja, Toulouse. Er það ekki eftir fransku bænum, Toulouse? Það getur verið. Það hljómar þetta Toulouse. Já. Toulouse. Ég farið til Toulouse. Já, það getur verið. Ég nenni ekki að googla, kannski þú rétt fyrir þess að... Nei, ég hef ekki hugmynd. Sko, ég kann ekki að bera neitt fram. Nei, ekki, ég heldur endar hann, ég veit ekki hvað ég er að segja. Hérna, Aron, bróður minn, hann þekkir einn aðstofamann hjá Fræri Stjörnu. Hann sem sagt tók eitthvað svona mínu heimsreisu og var í Suður Ameríku og held að hann hafi verið eitthvað starf í Brasilíu eða eitthvað starf þar og var að læra að surfa eitthvað. Kannski var hann eitthvað alltaf stað bara, excuse me ef við vill þess að segja. En allavega, hann kynnist stráki þar og þessi strákur er bara eitthvað bílaslega góður kokkur og er bara alltaf kokkóni á og þau bara verða öll kokkóni á sem var það ekki. Ég náði ekki að vera svona léli í íslensku, sko. Hann er bara alltaf að kokka honum. Oh my god! Hann er alltaf bara að elda ofan í á gekk og mat og eitthvað. Er Gunni ekki að kokka honum í þig? Nei, það er ekkert svoleiðis. Ó, ég ekki tengið þetta saman. Já, ég áfram gag. Það eru ói. Já. Og þú fattar núna eitthvað kokka? Nei, ég fattaði það, skilur að því ég er ekki að segja sögum bróðum minn svo segið þú Gunni og þetta var allt einhvern veginn. Anyways. Anyways, það er gæði bara geggjaður elda. Og það er elda alltaf eitthvað geggjað óniðu. Hann hefur síðan seinna meir komið til Íslands og var einhvern veginn yfir áramótin og eldaði þá fyrir Aron Hildi bara heima á þeim og gisti þar og eitthvað. Í dag vinnur hann sem engakokkur. Já. Veistu hjá hverjum? Það? Nei, veistu hjá hverjum? Sorry, ég er svo út að haka, sko. Ég veit það. Veit ég hjá hverjum? Já. Er það Brad Pitt? Næ, næstu bara við. Angelina Jolie? Nei. Paul Rudd? Það er gæi, hann er vinur Brad Pitt. Hvað heitir hann? Leonardo DiCaprio? Já. Wow. Hann sérst bara er og hann er oft verið að senda Arni svona snöpp og vídeo, bara svona hvar er þess hann? Má það tæknaði sig ekki en þú veist. En það er bara expósa hennar yfir kokkin? Já, en whatever. Þú veist, hann hlustar ekki á það, ekki aldrei á Leonardo minn, lokaði bara eirum. Það með þú hlustar á þennan part. En hann er bara með bara geggjað hús in the hills, skilur í Hollywood og eitthvað. Og bara með geggja hús en hann er ekkert oft í þessu húsi, þetta er svona eins og þetta sé eitthvað aukahús sem hann á, en foreldrar hans eru mjög oftar, mér finnst það mjög sætt, hann er bara eiginlega með enga kokk fyrir foreldrar sína. En þessi sérum að kokka hann í foreldrar sína. Og svo en það sem mér fannst mjög sætt er að jólin þá gaf hann honum líka jólugjöf. Æ. Mér finnst það sætt. Og hann fekk ykkur en heldur að var ekki aðstofamæður sem gerði það? Jú, en mér finnst það sætt af aðstofamannum þá sem hugsaði til allra hinna aðstofamannana sem eins og kokkinn skilur. Ég veit ekki, mér finnst það sturlað og ég veit að Aron hefur spurt hann alls konar, hefur hitt hann og talað við hann og hann bara svona, já, þú veist, en hann er ekkert mikið að spjalla við hann bara svona þarna og þú veist, ég held að það er kannski erfitt að verða vinur eitthvað sem þú er bara kokkurinn. Ég held í alveg að kokkurinn væri örgulega besti vinnu minn. Já, örgulega besti vinnu þinn, 100%. Ef ég ætti Af því þú er líka alltaf að blanda þér inn í. Já, bara, hvernig gerir þetta eiginlega? Já, að meðan Leonardo er bara svona eitthvað, ok, þetta er í matinn, frábært, skilju. Ég held að hún sé bara slétt, hvernig þetta er gert og hvað kryddar nú það. Já, þú veist að hann er... Já, ef Aron sagði það. Já. Að vinnu sín hefði sagt það. Allar, mér finnst það ógeðslega merkilegt að þetta sé bara það er fucking cool að vera kokkurinn hans Leonardo DiCaprio. Mér finnst það. Ég ætla alltaf að segja Getur þið fengið hann í teboði?
við getum örugglega fengið að FaceTime hann eitthvað, Já. en náttúrulega er erlendur og býr heima hjá Leonard. Já. En getur samt örugglega komið í tilbúið. Já, kannski bara Zoom eða eitthvað, já. Tölum við hann. Já. Þannig hann má samt, sko, ég get lofað því, og þetta er líka eitt sem við þurfum að fara yfir. Allt þetta aðstofafólk er með feitan NDA agreement, svo non-disclosure agreement, sem þýðir að þau mega ekki segja shit. Mega ekki segja bara sálu hvað gengur á, sem er kannski ástæða fyrir, af því að þau eru ekkert látin gangi gegnum eitthvað auðvitað hluti alltaf, sko. En Ég held svo, að það sé alveg brútal að vera aðstofamaður eitthvað svona. ég held að fari rosalega eftir Heldur hvar þú ert, sko. Já, bara líka erfitt, skilur, þetta fólk býr oft heima þeim. Bara líka erfitt að eiga þitt eigið líf. Ég held að þú eigir ekkert þitt Nei. eigið líf. Þú ert ekkert, þú veist, ef þú átt börn eða eitthvað, skilur, Þú getur þetta ekki. þú þarfst að vera bara örugglega ungur eða ung kona, Já, skilur. sérstaklega sem svona assistant, skilur svona personal assistant. Ég held þú getur ekki átt börn. Jú, eða það er ekki, sko. Er það samt? Hvenær ferð þú heim? Þú veist, hvenær er vaktin búin? Ég held, já, alveg líka að margir af þessum eru bara 24/7 Já. á Á on vakt. call, skilur. En þeir hljóta að búa, þú veist, heima hjá sér. Ekkert alltaf. Alls ekkert alltaf, sko. Og það er ömulegt, þú átt bara ekkert eitt eigið líf, sko. Nei. Bara alltaf vera nálægt ykkur frægum og hjálpunum. Þú veist, þess að ég man bara hræðilegt dæmi, en þú veist, samt, þú veist, eins og Jeffrey Star, hann var með personal assistant og hann var að sína, þú veist, þegar hann var að kaupa sér nýtt hús og eitthvað, hver herbyggi hennar yrði og klósetti hennar og Shit. já, þannig að þegar þú áttir í þessa mannsjón, auðvitað ertu alveg með privacy, Já. en ég segir, þú veist, En ég þú held, samt bara alltaf eins og, þetta er svo að vera bara basically komin aftur í foreldrahús, skilur. já, í rauninni, Þú ert ekki heima hjá þér. einmitt. Þú veist bara ykkur herbyggi inni hjá hinum sem á vinnu fyrir. Ég held að það sé alveg ógeðslega skemmtilegt í x tíma, Já, þegar þú alveg ert, skemmtileg upplifun. já, þú ert ungur og, Já, en það er ekkert, þú ert ekkert að fara að vera bara í 1 ár, skilur. Þú mátt það ekkert. nei, Þau nenna ekki að vera skipta nei, endalaust. þau nenni ekki að vera skipta endalaust, sko. Það er oft bara mannskið sem eru bara 17 ár, bara personal assistant, skilur. Já, já, Fattar þau? klálega. En ég veit all, eins og með Kardashian fjölskylduna, þá alveg skiptaði frekar ört. Já. Og ég veit að þú kemst í gegnum það, eða þú ferð geggið sem aðstofamanniski einhvers í gegnum, Sörgig. já, í gegnum Jenner Communications, í gegnum fyrirtæki hjá henni Kristjánar. Já. Og þar þarf að vera búin að vera sem sagt einhvers konar, hvað heitir þetta svona, það er maður fyrir skóla. Hæ? Hvað heitir þetta, ekki volunteer, þetta er svona Starfsnám, nemi bara, já, nemi. Það er búin að vera nemi þar fyrst og svo getur þú verið að hækka upp í þetta gig. Nemi hjá ykkur er bara kannski svona fashion. Nei, bara hjá þeim, hjá Jenner Communications, þannig að kannski bara vinna þar á skrifstofunni og svo getur þú verið bömpaður upp í hérna, upp í Já, eitt. þannig að þú fær svona, þarf að vinna þér tröstið fyrst áður en þú bömpaður upp í. Já, ég vera personal Gengið, assistant, já. já. En það gefur til kynna að þetta er alltaf frekar ungt fólk. Þú veist, eins og Það er ekki nemi, eða bara þú ert ekki hámentaður maður eða kona. nei, ólíklega, Sem er nemi til þess að vera aðstofmaður einhvers. einmitt. Já, ég veist um það. Þannig að þetta er svona fólk sem er tilbúið til þess að svona aðeins hérna, já, Þetta er gott að fyrirelska hana. Það er er ógeðslega geðveikt. erfitt, en örugglega gaman í einhver tíma. jú, nákvæmlega. Ég get það ekki held ég, sko. Ég hefði getað þetta, Já. ég geti þetta ekki núna því núna á ég bara alltaf mikið mitt eigi líf Já. einhvern veginn, en ég hefði klárlega getað þetta Já, í 2-3 ára, já, Já, þú blessu reyndir að versti. sækja um með ekki. Ég reyndi aldrei að sækja En um, þú en ég svona- reyndi að komast að því hvar ég gæti gert Já, það. þú fórst í gegn ferli. Já, ég reyndi að komast í gegn ferlið, shit hvað það verið gaman maður. En hérna, já, hann að, þú veist, ef við förum yfir aðstofafólk sem við erum með, þú veist, þau eru með bara stjörnur, þau eru með enga kokka, þau eru með enga þjálfara, yfirleitt flestir. Ef þau eru börn, þá eru þau með hérna personal peer. Svo eru þau yfirleitt með svona, ég mitt bara aðstofkonu, bara þína hægri hönd, aðstofa mannskri, sem að bara hjálpa ykkur með ángríns allt. Svo eru þau með eitthvað sem að sér að þrífa heimilið. Já. Húshjálp. Þannig að þú ert með svo marga vinkla. Svo ertu líklegast með eitthvað sem að gera make-upið, eða þú ert svona þar, skilur eitthvað sem Glam squad. skilur, sem er like whole nother different ballgame, sko, við þurfum að taka glam squad þátt. Án gríns. Það verður æði. Já. En þannig að þú veist, aðstofa fólk bara
er að öllu tægi í rauninni en kannski svona mest interesting sem við eigum eftir að fara líka yfir í næsta þætti sem við tökum þetta er þetta personal assistant sko. En ég var svona að googla, þú veist, hvað er svona að meðaltali sem aðstofafólk í Bandaríkjunum er að fá Í laun. Og sko, þetta er svona að meðaltali er þetta 6.250.000 Á ári. á ári sem er þá alls ekkert mikill Það er ekki það peningur mikill peningur. Þannig Á með séð. við hvað þetta fólk á mikið af pening. Já, nákvæmlega, Og með við það að þau eru á vaktinni, þau eru alltaf á standby, skilur. einmitt. Allan daginn. Þannig að þetta er kannski rúmlega 520.000 á mánuði. Það er ekki mikið. Nei. Þetta er alveg mikill peningur, segir það Já, ekki. já, en þetta er ekki fyrir það- mikið að vera alltaf á standby, alltaf bara örgulega ógíslega mikið álag Og líka svo tölum, sem ég að fórna þínu eigin Já. lífi, skilur við. Svona smá. Já. Og þú veist, þú mögulega byrð heima hjá mig þannig. En en það er Hljóta að vera einhver bónusar og þú veist, Já. fullt af fríðindum og eitthvað sem er ekki reiknað inn í þetta. maturinn og alltaf Já. það lítur á frýtt, skilur við. Já. Og bara bílar og þannig að þetta er kannski Bensínkostnaður. þetta er kannski 500.000 sem þú ferð bara eiginlega í vasan Já. og þarft ekki að eyða af. Einmitt, og þú basically nær bara safnar að þú fær alveg Það er alltaf annað frítt. þá er þetta alveg mjög fínt. Já. Það er þetta alveg mjög gott. Þetta er ekki þryggalegt, sko. Og svo Nei. oftast er kannski líka bara að gera ekki neitt, skilur. Bara að chilla. Já. En það stóð í þessari grein sem að ég las að hæstu launin fyrir svona aðstofafólk væri í San Francisco. What? Já. Hann? Eða þau svona make the most þar að það sé $74,000 sem er 9,4 milljónir sem er þá, ég ætla að segja hvað það mikið á ári, sem er þá 783 skall á mánuði. Það er alveg strax mun meira. Já, en það er alveg 51% herra heldur en annars það, sko. Pældu í því. Akkur er meira í San Fran? Já, Er það því að sko- mikið, þú veist, bíómyndagerðar eða Já, geti verið, sko. svona Það er movie stars? náttúrulega ógeðslega mikið í San Fran ég held að San Fran sé svona tækniborg Bandaríkjanna og ógeðslega mikið að startups sem byrjaðar. Þannig að þetta gæti sko verið bara svona business personal assistant. Skilur mig? Já, já. Þú veist, þú getur kannski verið fyrirtækjaeigandi af einhverju geðvitt successful fyrirtæki þar og þá ertu væntanlega með eitthvað sem assistar því bara mun að senda e-mailina hérna og þetta verð skilur. Allir, þú veist, við erum að tala um frækt fólk, svo er náttúrulega fullt af assistants bara í venjulegum störfum, skilur. Já, venjulegum störfum, já. Þannig að kannski en það stendur celebrity personal assistant, þannig að þú veist, en ég hugsa um þetta En sé það er bara til svona, frækt business fólk. ég held að sé bara pínu svoleið, sko. Hlýtur að vera. Það er ekki mitt gísk, sko. San Fran, það er engin, það er svo leiðilegur staður. Já, þetta er svona... Ég mynda mér að sé, já. En kannski bara svona mikið, þú veist, í LA, svona mikið af þessu, skilur. Já. Þannig að það er til svo mikið af svona kannski minni assistance fyrir minna frækt fólk, skilur. Þannig að það minnkar, skilur, það er svo mikið af fólki, þannig að minnkar svona the average. Já. Að það er svo ógeðslega mikið, það er bara Ógeðslega allir mikið bara og kunnur til allir bæir skali, með já. assistant, skilur. Allir skala af einhvern veginn launum, skilur, já. Þannig að þú veist, einmitt. En bara, sko ég náttúrulega eitthvað svona frægustu assistant sem þú veist um, náttúrulega mjög frægt með var það ekki Arnold Schwarzenegger sem að svaf hjá barnafóstru sinni. Var hún ekki bara svona housekeeper? Eða var hún the nanny? Bjó bara heima hjá þeim og er bara bæði að þrífa og elda, skilur. Það er svo margir sem er með þannig. Svona au-pair vibes. Sem er bara mamma 2, skilur, við börnunum. Já, hann svaf hjá henni. Hann svaf hjá henni. Var au-pair? Nei, þetta var kona sem bara vinna Þetta var kona bara vinna heilengi, sko, og hann eignaðist barn með henni og eitthvað svona. Já. Þannig að það er mjög, var ekki líka hann Ben Affleck vinnur okkar þegar hann var með Jennifer Garner að voru sögursagnar hann hafði svo hjá barnapíunni. Hann hafði, þú veist, þetta aðstofafólk stundum slæta sér inn. Já, kemst in the way, sko. Það er alveg merkilegt, sko. Okay. Og vera að vinna fyrir eitthvað og svo hjá okkur.
sem að þú vinnur fyrir, ég veit ekki en Don't cook where you eat, sko. er það ekki mín þannig? Gleymar það. Ég held það I don't know. Allavega, já, mér fannst mjög áhugavert að vita einhverjar svona fræga, því ég veit ekki alveg hvernig ég myndi vera eitthvað að segja ykkur frá einhverjum frægum assistant hjá okkur frægum, því að enginn veit hvað fólk þetta fattur mig. Nei, þetta er meira bara svona, þú veist, giggið sjálft, skilurðu einmitt og bara svona hvað þú veist, því við getum alveg sagt eitthvað svona, já ég veit ekki, þú veist við getum sagt alls konar, bara Sam Greenberg er assistant fyrir Beyoncé, en þeir eru bara svona, ok bara hver Sam bara mér er alveg sama en eitt samt og alveg frekar skemmtilegt er að Malia Obama sem er dóttir Barack Obama hún í smástund var hún sem sagt svona personal assistant fyrir Halle Berry. What? Já. Interesting. Já, bara svona aðeins að fá en það var þegar hún var að vinna á TV-setti, skilur. Já. Hún var að leika ykkur þætti, hún Halle Berry, hún eitthvað extant, þetta var árið 2014 og þá var Malia hennar svona assistant þar. Einmitt. Það ekki smá krútlegt. Já, mjög cute. En það er bara svo fyndið, bara það sem að assistant gera er bara svona þú varst bara basically bara svona passa upp allt sé perfect. Já. Bara laga make-upið þeirra, laga kjólinn þeirra á rauðadreglinum, hjálpa henni að stiga. Og þú ert bara svona second hand, þú þarf bara alltaf að vera bara svona ég gæti því að ég væri bara já, ég væri bara dóttir niður stiga allt í henni bara sorry, því ég væri bara sóna út same in það, sko. Þú þarf bara að vera geðið að löst að passa allt, skilur ég kannski væri maður ekki eitthvað í þessu en svo er þetta líka bara hurðina fyrir hann á okkar, skilur þú verður svo ógeðslega og líka taka myndir þú veist, taka myndir af stjórnunum já, bara Instagram myndinar Instagram, já, þú veist bara eiginlega að vera pínu flíkur í því, sko, það lítur að vera bara qualification, sko að því að, þú veist, ég veit að ráða eitthvað svona fyrirhandi assistant hjá Kylie eða eitthvað já, eins og Victoria tók eiginlega alla myndinar hennar og eitthvað en og svo líka verður þau gett náinn þeim af því að til dæmis var heldur hann heiti Alexia assistantið hennar Chloe hún var sú sem fór og keifti óléttuprófið og var með henni á baði, skilur oh my god þannig að það er alveg líka já, alveg oft ekki neitt sem er með í þessu upplifun, skilur þú ert oft einn í þessu upplifun nákvæmlega en það er að vera alltaf með eitthvað besti en saman tíma ertu bara I'm paying you skilur það er svolítið svona weird já, svona, er hún að vera næsum með að því að hún fíla mig eða bara því að hún vil big bucks einmitt en svo líka sem er þú veist eins og með Kylie og hún er með barnapíur fyrir nannies, fyrir Stormy eins og þær allar eru með og þær eru víst sko þurfa að ganga undir mjög bara ströngum reglum þær með til dæmis aldrei taka myndir af Stormy sem að ég skil samt það er ekki ströng regla það með aldrei taka myndir af henni ef að mér minnir að þetta hafi verið þannig ef að Stormy biður mömmu sína þá þarf að hringja hana ASAP bara á FaceTime með eitthvað og hún það bara svona ok, já, hún fær að tala um mig, skilur rúleg já bara það er ekki, er það heilbrigt að ég veit það ekki liðin aðeins, ég held að sé algjör með þetta ég held það líka ég held að sé bara, já en já og þú veist, það eru svona alls konar maður sjá ég ætla að finna hana já, það er mér ekki með skarkgripi, sko, svo líka þú veist þessi listi, ég veit ekki hvort hann sé 100% sannur en við vitum það samt skilur að where there's smoke there's fire þannig að það hlýtur að vera eitthvað þarna en eitthvað sem gildir til þess fyrir allar þeirra barnapíur í Kardashian fjölskyldunum þær megi ekki vera í þáttunum þær megi ekki verða frægar þær megi ekki verða neitt þekktar skiljanlega enga myndir og þau verða að vinna vel með öðrum skiljanlega svo er ein regla verða að vera óaðlaðandi já er það þau Kardashians, já og þá oi, hvað að bara eitthvað hæ, ég veit ég er óaðlaðandi má ég segjum já þú veist líka, ef þú ferst jobbi þá er það basically bara að segja að þú ert óaðlaðandi já, vá, oh my god, við vorum að segja að við vildum vera nanny fyrir Stormy og myndum bara að fá jobbi og svo er bara okay, great I'm not sexy
I'm very unattractive, ok. Új, hvað er ljótt? Já, þú veist, en auðvitað, eins og ég segi, þetta er listi sem við getum ekki vita Nei. hvort það sé alveg með sönnu, en þú veist, það er bara eitthvað svona, en þetta Þetta samt alveg sennskilur því að líka bara upp á að það er sagt að þetta sé eins og með Arnold, primarily, skilur. já, að það er sagt að þetta sé primarily eitt af reglunum hjá Kim. Að þetta sé helst hennar, og þá er þetta bara einmitt, hvað, svo að maðurinn fristist ekki til þess að sofa hjá okkur öðrum. Er það málið það? Já, þér líður bara illa, eða veist, svo þér líður ekki illa með sjálfa þig eitthvað. Já. Er ekki lægi? Vá, hvað þetta er ógíslegt. Ói, ég er í sjokki. En maður hefur séð stundum glitta í barnapíðna þeirra, svona af og til í mann þegar Greyin, ég Já. vorkin eins og mikið. Þau eru bara, knús á ykkur. já, svo bara Ángríns. þarna því þau eru og þeim finnst þau bara óaðalagandi. Þetta er svo ljótt. Já, Ha? sko, Hver eru þau til að segja hver er óaðalagandi og hver ekki? já, I'm einmitt. offended. Me too. En þetta er vist reglunar þar, sko. Já. Ég með að lista af hver eru assistant fyrir Kardashian fjölskylduna. Bara því það er svona go-to fjölskyldan til þess að fara til. Melissa er engaþjálfunar. Merkilegt að hún fann hana bara á Instagram. Við rætt það áður. Já. Minnst það skemmtilegt. Það er mjög skemmtilegt. Make-up artistinn hennar Kylie er til dæmis Ariel. Ariel, sko. Á minn aumasti, sko. Slay in life. Já, No. ángríns. Ég elskan. Chloe, hennar svona personal assistant er hann Alexa sem við töluðum hún tók prófið með henni. Hárstílsinn hennar Kim, Chris Appleton, en hann hefur líka unnum Ariana Grande, Jennifer Lopez, Katy Perry og meiru. Vá. Svo líka það, þú ert oft að deila assistant. Já. Bara svona, hæ, heyrðu, Það er góður og hæ, Chris, ég þarf að láta gera flétt í hárum með kvöld. Nei, sorry, ég er að gera háttakleðni í Ariana Grande. Það bara, heldur að sé ykkur spes manneska sem gerir alltaf fuck you. töfleina að reyna kandi. já, hands down. Af því þetta er eitthvað extremely vel gert, sko. Það er það. Ég lofar, eins og Kylie sagði eitthvað mann, þú veist, bara eftir að Ariel neldi eitthvað smoke look, smoky look á augunennar eitthvað, þá var bara engin annars sem kemur til greina. Já. Og það var sama með Kim þegar hún var alltaf að vinna miklu meira með Mario. Skilja það bara að vinna frekar minna með honum núna. Hann er bara doing his own thing, held ég. Það er bara svolítið Hann er svoleiðis. orðið svo stór sjálfur. Já, en upprunalega samningurinn til dæmis við hann var að hann mátti ekkert vera að vinna með neinum öðrum. Hann átti að vera exclusively fyrir Kim. Þá var hann aldrei upptekinn að mála Katy Perry eða hvað sem það er, skilur. Núna er hann bara businessman sjálfur, Já. skilur. Hann, þú veist, það er svolítið þannig, þú veist, það er eiginlega erfitt að vera að deila svona stjörnum, sko. Það er svona, eru þau eiginlega alltaf búin að svona, Ég væri bara, eins og Einoka. lengi líðan væri bara að halda fram með mér, sko. já, Bara hvað er að gera make-up hennar? já, og líka bara, hvað gera hára hennar fínt, hvað Já. gera hára mitt ekki svona fínt síðast. Heimið. Ég vil fá svona smókja eins og gera hana. Já. Þannig að ég, ef Vá, að við værum í svo draumurinn stöð, þá var það svona exclusive fyrir Já. okkur. Pældi ég samt að vera eins og, þú veist, náttúrulega Mario make-up, fyrirhandi make-up personar. Hann er basically ekki daily make-up personar lengur. Nei, hann vinnur alveg með henni, en já. Pældi hann er náttúrulega bara mála andlita á hann, skilur og hann er náttúrulega bara búin með svona masterclass sem systir mín og stjúpmamma mín hafa farið. Amazing. Ég er bara ennþá pyrruð í dag að þau búið mér ekki með. Ég bara skil það mjög vel. Pældi ég að vera módelin sem hann er að mála. Já. Hefur hann komið til Íslands? Já, hann kom með Kim og þeim til Íslands. Nei, með masterclass. Já, nei. Það var einhver make-up, já, Já, Beyoncé, já. Þú veist, þessu stelpunar sem að voru að þú veist, að fá sama Treatment. já, bara basically mögulega sem bustanir, Já, skilur sem, mögulega. who knows, Já. sem sama paletta eða eitthvað. Já. Hann bara mála þær. Hvað heitir hann aftur? John. Ég var ekki John. Það er ekki. Jú, hann að Beyoncé. Hann Já, kom hann með hann Reykjavík kom, Make-up já, School já, eða já. eitthvað, held ég. Það er alveg cool, sko. Það er mjög cool. Ég farið samt hjá honum Scott Barnes, make-up bara svona Hennar J.Lo. Ég farið í masterclass hjá Það er honum. mjög cool. Já. Svo finnst mér líka mjög skemmtilegt að, að þið vitið að húshjálpin hennar Kylie, svo sem að tekur til hjá henni, þrýfur og dustar af, hún hefur fengið mjög mikilvægt hlutverki hennar lífi. Að því að Kylie er svo ofta revíla pallettur á netinu. Hún er kannski komið nýja Kylie pallettu. Og hún getur ekki svatsað á sína eigin hendi. Þannig hún notar hendina á húshjálpunni. Að það? Já. Er þetta ekki hennar hendi? Nei, oft er þetta húshjálpin. Ok. Ég hef frekar haldið að hún læti ykkur annan taka upp. Já, eða það skilur hún bara Já, hún svona, heldur ekki, kannski ekki eðalega make-up sitt.
bara svona, já, Þessi húshjálp er með mjög aðlaðandi hendi. Já, hún segir sko, she has the best arm for swatches. Já. She's so nice and just sits there and has her arm ready and lets me do my thing. Æ, krútið. I care a lot about what my products look like when people first see them. En það er bara að fyndi, hvernig var þetta fyrst til? Var hún bara svona heima að dusta? Kæla bara að segja þegar að sína sér palletu. Horfa svona hendina hennar. Má ég fá að lána? Tjóðlartum að flóta hendi. Já. Hún er alveg fullkomna hendi. Og ég hækka launin aðeins og væri það til að sitja þarna og ég fæ að mála þig. Já, mér finnst það ekki? Ángurís. Ertu bara að sjá núna samsvarskenningarna að Kylie Óli? Já, ég held að sé alveg satt sko. Með neglurnar. Þú veist, girl. Og það var svo satt, núna hún átti ammali daginn á dögunum, 10. ágúst. Og hún postaði bara slegin myndum, við postuðum vitni á Teimbóðu líka. Yes, sir. Og hún er með svona glæra neglur þar. Bara svona venjulega neglur sem hún var með alveg, maður sá það alveg í stóriðunum já. Jú. Og svo maður sá það alveg í stóriðunni og hún var með þessa neglur sko þú veist, ég er að tala um gömlu neglunar já. Að ég sá það þegar hún var að svatsa 24K paletna, þá var hún með þessa neglur sko. Já, það er einmitt eina sem að þess að skildi ég ekki okkur að vera að tala um þetta núna gæti verið en það sem að mér finnst mest áhugavert við þessa kenningu er að þið skrollið hans niður Instagram-ar, þú opnið Instagram-ar þannig, allar myndir sem hún er bikini eða sína appsin eða eitthvað þannig, er hún alltaf með sama manicure og það er svona friends tip sem er svona frekar langt og við vitum það að Kylie skiptir mjög örtum neglur. Þannig að það er ekki séns en allar eða svona myndir sem hún er svona pínu að sína líkamsbyggðina þá er hún með sömu neglurnar og það er það sem er confusing Sérðu hvað er að meina? Já, en hérna líka kenningi var það því að hérna, hún var með þess að glæra neglur á myndinni og svo setti Kim í story og það sást svona allir að vera að halda í drikk skilur og þá var Kylie tökkuð og það var græn nögl og svo eftir að þetta varð viral, þetta TikTok þá postaði hún ekki mikið story og bara postaði nýju negluna mínar eitthvað svona myndir og eitthvað og hérna hvað var þetta sem hún setti? Hún spínir svona feeding þig Já, og þá postaði hún speglamynd skilur og svona, og ég var svona að zooma bara, er hún með neglunar á þessari mynd skilur en ég veit það ekki, þú veist það er hversu ógeðslega auðvelt er fyrir þetta liða Photoshop sig líka bara mjög auðvelt bara taka bumbuna eða smá bump skilur Já, ef hún er með eitthvað baby bump en líka bara það sem spilaði mikið inn í var að hún var að gefa út þarna YouTube myndbönd bara svona Inside Kylie Cosmetics og þar situr hún í einum trilltasta flotta hvítum pleður eða leður blazer og hann er svona sjúklega oversized þannig að það sést bara ekkert líkamsbyggðinnar og fólki finnst það mjög ólíkt henni þannig að þetta er alls konar sko en ég trú ég kaupi þetta smá sko hún á nú að plata okkur í heilt ár Já og ég veit henni langar í henni börn skilur þannig að þú veist þetta er ekki spurningum ef þetta er spurningum hvenar og þetta er spurning núna hvort við ef hún er að fela þetta núna skilur hvort hún sé að gera því að það er bara snemmt eða hvort hún er ekki fara að gera þetta aftur Ég stór það væri bara weird eða þú veist maður væri bara svona again en reyndar hún sagðist bara hafa átt svo geggja meðgöngu því enginn var að skipta sér að True skilur hann að ég og svo kannski veist, já ég veit ekki fyrir hún það væri bara svo gaman að sjá hana eitthvað pregnant það væri svo gaman að fylgjast með þetta grínast pregnant Herru, þetta var þáttu dagsins við, veist, það er svo margt sem við getum farið í sko, sem ég er svona að passa mig að fara ekki í af því að veist, við þurfum að taka þetta við þurfum að fara með slæmarsögur næst þetta var bara svona smá hvað gera þau hvað er þau yfirleitt með marga veist, í kringum sig það er svo mikið að liði fólk sem eldra á nýja, fólk sem að þjálfa þig fólk sem veku þig, fólk sem hugsa börnin þín fólk sem gerir allt fyrir þig fyrir að kaupa lifið þín og emotíu með þitt og Þú veist, það er allir skali á þessu, sko. Og ég veit þess að þáttu var allir svona styttir í kantinum, en við vorum að fá kvartanir að það verður svolítið styttir. Við munum taka okkur á. Já. Það ekki. Það við bara einu sinni vorum við allt og langa. Já, einu sinni kvartið þeir voru langir og við svona, guys, we can't please you, man, you know. Við varum alltaf með ykkur tveggja tíma þætt. Já, þú veist, við geitum það alveg, skilur, en svo var kvartað við því, en við vorum stytta og þá er núna kvartaður og stuttir. Já, við erum að finna ykkur á millið. Já. Við erum að Er ekki klukkutími the golden millivegur, eða? Ég hélt það, en það er grannlega 1,5. Já, kannski. Kannski.
Láta okkur vita. Já, fara allavega inn á tix.is og kaupið miða á Já, láta okkur vita í liveshow. gegnum tix.is. Ef þið að hlusta ennþá, fara og kaupið miða á tix.is og... Ég get ángrís ekki beðið eftir að sjá okkur, sko. Fuck, það var svo gaman. Ég get ekki beðið. Af því maður er svona... Ég er svona... Við hittum stundum fólk og bara svona, oh my god, ég elska tebóið, það var svo gaman. Það er það Og skemmtilegast mér sem ég langar veit. ekki að hitta alla. Jú, Við erum bara, hæ, Hæ, gaman að sjá, allir. gott að sjá Já. okkur. Og líka bara sjá bara, þú veist, ykkur, hvernig þið bregðist við okkur, skilur þú veist. Já. Finnst þið við vera að finna líka, þú veist, munið þið hlæja með, þú veist, I don't know. Ó, hvað verður skrítið það. Ég Við erum alltaf veit. ekki hlátskastið bara 2. Já. Nei, við alltaf feiklæjaði. Já, þannig getur við látið ykkur standa með svona skilti svona sem er gert í Friends Já, og þannig svona ha, 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 segja, Já. laugh, já, laugh. Nei, ég segi svona, en ég Ég þarf bara, að vera bara eitthvað, ef ég segi eitthvað og enginn fyrir að leiða þetta svona what's wrong, guys? en við allan Vá. lofum að sjói, sko. Að sjói No bara, cricket sounds. já. Ekki svona, Þetta er svo uggæla svo. en þetta er cricket. Nei. Ok, nei, þú þurfum að þetta. Svo þetta gerist þegar við erum á lengi. Já, þú veist, þá fyrir út í eitthvað bullmaður. Já. Herðu, gaman að vera með ykkur, við hlökkum til að sjá okkur á tix.is, ég get ekki betur 17. september, ég trú ekki að the secret is out, mér It's líður out. ángriðs bara að tilkynna eitthvað sem við ekki tala um, Já. get lengi, þetta er bara í alvörni svo að tilkynna að maður sé Óléttur, óléttur. sko. Ég get ekki freaking beðið því ég geti tala um þetta í Já, klukktum grís. viðbót. Fuck, hvað ég er spennt. Ég er En- spennt að sjá viðbröðin ykkur við þessu, hvort þessu er spennt eða hvort þið eru bara ekki, nei. Ætlaði að koma að vera Já. með það ekki, ég er svo spennt Join að us, vita. please. 17. september kl. 8, mega deyra, og til líka fucking Já, föstudagur. þetta er föstudagur, þetta er fössari. Farið inn í bæ, fá okkur að borða, komum svo til okkar. Svo fyrir við öll saman eftir á. Já, Uh, beint á Big Club. Big Club. Ég segi svona. Við erum með Big Dreams hérna, sko. Já, halló, leifa okkur að Fucking dreyma. COVID, go away. Manifesting. We love you guys. Love you guys. Sjáumst á 15. See you later, besties. Okay, bye.